Jón Gunnar Jónsson íslenskur bankamaður, fjársýslumaður sem hefur unnið í fjárfestingarbanka, erlendu fjárfestingarbanka í 3 heimsálfum, í Asíu, Evrópu, Bandaríkjunum og núna búsettur í London. Velkomin. Takk. Ég ætla nú bara svona aðeins að fá að renna yfir hérna nokkur atriði í efnahagslífinu með þér. Þú ert náttúrulega gjörkunnugur þessu frá útlöndum og frá þínu starfi. Ég langaði til þess að byrja á þessu skuldatryggingarálagi sem núna lagt á bankana. Hvað segir þetta himinháa skuldatryggingarálag íslensku bankana okkur? Sko, í fyrsta lagi það skuldatryggingamarkaðurinn einhver stærsti fjármagnsmarkaður í heiminum og það útistandandi skuldatryggingar upp á 54 trilljónir dollara. Okay. Þannig að þetta gríðarlega stór markaður og hann hefur auðveldað með fjárfestum, bæði bönkum sem að lána til fyrirtækja og fjárfestingarsjóðum að meta þá áhættu sem fyrirtæki hafa í sambandi við skuldastöðu sína. Og ef við lítum til dæmis á álag í íslensku bönkunum núna, sjálfsögðu það að auðvitað lítið að gerast á markaðinu núna vegna þess að almennt eru aðilar að halda að sig, þannig að umfang skuldatryggingamarkaðsins mun minna núna þess að velta heldur en hefur undanfarin ár. En tölurnar samt tala sínu máli. Þetta himinhátt. Himinhátt. Og ef þú gerir út fyrir það að skuldatryggingarálag í íslensku bönkunum sé 1000. Það einhver að versla þessu álag í dag. Það einhver að kaupa eða selja tryggingar, þannig að það er voru að gerast í því. En hins vegar það að það þýðir það að sá sem fjárfestir skuldabréf í íslensku banka að biðja 10% álag yfir áhættulausa vexti. Og það þýðir það að ef við gerum ráð fyrir 5 ára álag sem saman sem 1 árs álag, sem þarf ekkert að vera, þá raun að segja það að það sé 10% líkur að það tapi öllum höfuðstól sínum. Þessi 10% líkur að banki viðkomandi banki var hliðina. Já, en standi ekki við erlendu skuldbindingar. Og það þýðir líka 20% líkur að tapi helmingnum og það tekur 40% að tapi 25%. Þannig að þú getur gert líkur að því að skuldatryggingamarkaður eins og í dag reyndar var mun hærra á föstudaginn heldur þessi 1000 punktar en á 1000 punktum að segja að það sé kannski 20% líkur að tapi helmingi og 20% líkur að það geti ekki staðið við erlenda skuldbindingar. En hvert vandamál íslensku bankana í hnotskurn? Sko, þetta allt tala Íslands álag sem hefur verið í fréttum hefur mun meira að gera með bankana sjálf heldur ríkisstjórnina. Og bankarnir verið að reyna að kenna ríkisstjórninni frekar. Já, ég meina við getum ekki, ég held að sé mjög hættulegt að safnast í fylkingar og vera að benda hvorn annan. Það ekki rétta leiðin í þessari stöðu. En ef við tökum bara hliðstæðdæmi úr Asíukreppunni, þegar kóreski bankar voru með skuldatryggingaálag sínu skuldabréfum svipað á því íslensku bankarnir í dag, þá kóreska ríkið með álag upp á 1000 punkta. En íslenska ríkið í dag með álag upp á 380 punkta, þannig að mun minna. Þannig að það ekkert að vera að segja, það ekkert vantraust á íslenska ríkjun eða seðlabankanum, ekki það að gera. Það hefur miklu meira með svona kannski kerfisbundi rekstur á íslensku bönkunum og íslensku bankarnir hafa alltaf vaxið gríðarlega undanfarin ár og stutt myndarlega við bakið á íslensku fyrirtækjum. Íslensk fyrirtækjum skuldug. Þessi fyrirtæki náttúrulega mjög tengd oft hlutað bankana. Þannig að þá kannski líta menn svo að það sé minna svigurum hjá bönkunum að selja eignir eða sækja sér í hlutafi sem einmitt það sem allir erlendu bankar hafa gert hingað til í Þess bankarnir eiga í erfiðleikum að selja eignir? Nei, ég er ekki að segja það. Þeir vilja ekki selja eignir? Nei, ég meina, ef lítur á stöðu íslenska banka með stöðu erlenda banka, að það að tala svona hægri hlið og vinstri hlið efnahagsreikningsins. Vandræði erlenda bankana talar bandarísku fjárfestingarbankana og Bradford og Bingley og Northern Rock að það væri aðalega vandamál eignaðiðinni. Það ekki vandamál sem íslensku bankarnir glíma við í dag. Það kannski aðalega á skuldaleiðinni. Þeir sóttu sér fé á skuldabréfamarkaði erlendis. Þeir náttúrulega voru ekki að leita mikið að innlánum, hafa náttúrulega gert það nú verið nýlega. Og þeir hafa kannski ekki staðið mikið í hlutabréfum. Ég held að það engin þrýstingur akkurat núna á íslensku bankana, en hins vegar hafa íslensku bankanir mun meira starra svefn lána til fyrirtækja
og leið og versnar efnahagsástandið í heiminum, þá gerist það að verðmæti slíkar lána á eftir að lækka og afskriftarreikningur á að aukast. Þannig að það er líkur á því í framtíðinni að eignasafn þessara banka eftir að veikjast og þeir geta þurft að, ef lausafjárkreppan leysist ekki og það er litla líkur á því að ástandi batni mjög mikið erlendi fjármagnsmörkuðum næstu 36 mánuði, þá gæti þurft að vera hugsa að sem sagt, ná í hlutafé eða jafnvel selja eignir. En sem sagt, það eru fyrirtækin sem eru veikleikin í þessu stöðu bankana, segir þú? Sko, það þýðir ekki að benda einhverja sakborninga. Nei, ég er ekki að gera það. En við verðum, einkageirinn, bankarnir og fyrirtækin hafa vaxið mjög myndarlega undanfarin ár og það þýðir ekki að tala um að menn hafi farið fram úr sjálfum sér ekki, en aðal hættan er sú að ef fyrirtæki skuldsettir á mikið og þetta eru skuldir að lán sem bankanir sitja með. En þetta er nákvæmlega það sem var bent á í þessari frægu Merrill Lynch skýrslu hérna fyrir 2 árum. Jú, og sem vakti geysilega reiði hérna á Íslandi. Jú, það er náttúrulega, ég starfaði hjá Merrill Lynch það í tíma og Þú starfaði hjá Merrill Lynch það í tíma? Það er þannig að ég held í dag er það að menn taka oft erlendi gagnrýni ekki nóg alvarlega. Nei. Og ég held að umræðan í dag efnahagsmálin einkennist ofta því að menn sem skipa sig í fylkingar, menn sem að ráðast á ríkisstjórn og Seðlabankann og tala aðgerðaleysi, meðan rauninni svo vandi sem Ísland býr við í dag er að mestu tilkomi vegna gríðarlega skuldsetts vaxtar einkageirans og svo til heimilin líka. Og þú veist, lán hafi tekið inn í vitlausum gjaldmiðil og svo framvegis, en það þýðir ekkert að vera að tala um hvað menn hafi gert ekki rétt síðustu mánuði eða síðustu árin. En það var talað um, sko, þegar þessi Merrill Lynch skýrsla kemur, þannig vekur hérna miklu reiðu, menn hefðu bara ekki skilning á því að Ísland hefði sko sérstuð, það verið einhverja sér íslenskar aðstæður. Já, ég held að Ísland er náttúrulega gríðarlega alþjóðavætt í fjármála heiminum og það skýtur mjög skjön við það að hér sé einhverja sér íslenskar aðstæður. Einu sér íslenskar aðstæður er náttúrulega kannski okkar eigin gjaldmiðil og mjög frjálst hagkerfi, en það hefur ekkert með einhverjar, það er einhverjir töframenn sem er ekki alltaf íslensk fyrirtæki, það er einhverjar töfralausnir sem íslensk fyrirtæki búa að í sambandi við að endurfjármagna sig eða kaupa eignir á mjög hagstæðaverði og selja það með hagnaði. Já, en það var einmitt þetta sem að Merrill Lynch benti á, það var mikla skuldir og mikil eignatengsl og þessi miklu eignatengsl í milli bankanna og fyrirtækja. Já, og það er svona, það kann aldrei góður að stýra lukka. Góður lukka stýra að hér verði þetta er mikil eignatengsl, mikil tengsl milli hluthafa, banka og fyrirtækja. En segðu mér, sko það sem er að gerast núna í Ameríku, þar er ríkið að grípa inn í, sko hér er verið að gagnrýna stjórnvöld fyrir aðgerðaleysi, en í Bandaríkjunum er alveg þveröfugt, þar er ríkið að grípa inn í með mjög myndarlegum hætti. Já, ég held að í svona málum og þegar sem sagt seðlabankastjórar Bandaríkjanna og seðlabankar annar landa standa fyrir þessum vandamálum þegar að leysa, þá er það þannig að mönnum hættur ofta að hafa sér öðruvísi niðursveiflu heldur en í uppsveiflu. Og við megum ekki að gera það. Nei. Og markaðurinn er sem sagt harður húsbóndi og það er eðlilegast að markaðurinn sjáum að mynda verða þessum eignum og skuldum og það má margir tala um það. Þú lausafjár kreppa sem við sem sagt stöndum fram við í dag hafi í rauninni komið vegna gríðarlega sterkra viðbragða bandaríska seðlabankans eftir 11. september 2001. Þessi pening var dælt inn í kerfið. Og eftir það var mjög auðvelt að ná í pening og taka lán. Og þar af leiðandi var gríðarleg svona verðbólga í öllum eignum í Bandaríkjunum vegna þess að það var auðvelt. Og það kom sem sagt mjög skiljaði ljós í 2001 og 2002 jafnvel þegar Bandaríki voru að fara í gegnum ákveðna svona eðlilega efnahagskreppa þessi fyrirtæki eru mikið gjaldþrota og svo framvegis að
þrátt fyrir það var mikið peningu í sem sagt, bankakerfinu og það var mikið útlán og þeir sem sagt í dag sitja þeir í súpu að það hafi verið veitt allt mikið lán í sem sagt óarðbærar fjárfestingar og sem sagt húsnæði. En eru Bandaríkjastjórnvöld að panikera? Eru þeir að bregðast við í panik? Sko, ég held að það sem við gerst á Íslandi það að öll viðbrögð stjórnvalda hafi verið hafi einkennst af mikilli svona yfirvegun. Og þessi stóri pakki Bandaríkjunum, hann svona, já, hann bendir til þess að menn sé að afgreiða þetta mál með einhver svona skammtímanlaust. Auðvitað eigum eftir að sitja að þessu í langa tíma. Það eftir að náttúrulega að taka sér eignir af bönkum eða fjárfestingafélögum, það á eftir að stjórna þeim, það þarf að setja mörg heimili í þrot örugglega í Bandaríkjunum og það á eftir að hafa sín vandræði. Þannig að sko þessi maður sem tekur þessi ákvarðanir, þetta Hank Paulson alltaf fyrir forstjóri Goldman Sachs sem náttúrulega leiðandi fjárfestingabankin á Wall Street og Bernanke sem varðinlega frægur sem hagfræðingur fyrir skrif sín kreppuna. Hann er mesti sérfræðingur kreppuna og þetta svona, menn að tala að það sé ekki nóg mikið fagmenn í Seðlabanka Íslands en þarna hefur bandaríski Seðlabankin eitt mesta fagmann sem tekið þetta náði og hann er ekki að bregðast í þessari kreppu sem þeir eru að horfast í augu eins og kannski hann hefði lýst í þeim greinum og bókum sem hann hefur. En þú ert að segja, já það er allt íslensk stjórnvöld gera ekki mikið og það er gott. Já, sko, það sem ef við lítum undanfallna mánuði undanfallna mánuði sem við gerst, þetta að pressan, þetta er náttúrulega pressa á gjaldeyrinum og vextir og háir og verðbólga og há. Og ég held að þessi fræðin eru mjög einföld og ég held að þessi er rétt að einblína það að minnka verðbólguna vegna þess að það eykur náttúrulega sveigjanleika í hagkerfinu og færir niður kostnað og náttúrulega mjög mikil með þessari verðtengingu. Það færir náttúrulega niður fjármagnskostnað mjög mikið. Þannig að það með því einblína á það er sem sagt bara alveg ágætt. Ef þeir ætla ykkur stærri aðgerðir að í fyrsta lagi þessi grundvallarregla að það má ekki sko einkavæða hagnaðinn og ríkisvæða tapið, menn megi ekki hafa frjálsa markað í uppsveiflu og ófrjálsa markað í niðursveiflu. Það kann ekki góður lög að stýra. Það getur, ef við lítum á allar þess aðgerðir sem Seðlabankinn hefur ráðist í og stjórnvöld, þau eru mjög svipuð þeim sem aðrir seðlabankar og önnur stjórnvöld hafa farið í, nema það sem gerist í síðustu viku að seðlabankar í Danmörku sem sagt gáfu þarlendu bönkum meira frelsi með sem sagt endurhverja lánsamninga og það getur vel verið það er eitthvað sem Seðlabankinn myndi vilja skoða hér á Íslandi en leið og það er komið þá geta bankar sótt endalaus fjármagn í Seðlabankann og með því Seðlabankinn náttúrulega taka gríðarlega sem sagt áhættu gagnvart bönkunum og þú getur kannski lítið af bara sem ígildi ríkisvæðingar og það kann ekki góður lukka stýra. Þessa endurhverfu samninga? Nei, ég meina ef bankar geta haft endalaus aðgang af fjármagni hjá ríkinu þá er það bara ígildi ríkisvæðingar og það kann ekki góður lukka stýra og það hefur náttúrulega önnur áhrif í þjóðfélaginu líka. Jón Steinsson, hann skrifaði grein í Moggann, hann hefur verið einn af þessum varfærnu, hann hefur ekki gagnrýnt Seðlabankann, en þar var hann byrjaður að gagnrýna Seðlabankann. Ég held að hafi mitt að vera að tala um þetta atriði, að sem sagt, með skort á krónum, að ef Seðlabanki myndi gefa út krónubréf á myndarlegum vöxtum sem erlendir aðilar myndu kaupa, þá því það náttúrulega vaxtastig myndi vera enn áfram hátt hérna, en hann kallar á móti því að sem sagt losa til þessa lausafjárstöðu einmitt með kannski svipum aðgerðum og danski Seðlabanki fór í. En þá ertu komin á stöðu að sem sagt kröfur Seðlabanka á bankakerfi verða þarna svo gríðarlega háar. Þá ertu orðið kannski
ég segi svona ígildi ríkisvæðingar. Ígildi ríkisvæðingar. Já, en ég mynd þannig að það er svona, það er náttúrulega, það er einhver töfralausnir upp á borðinu, ég get ekki, ég tek ekki undir það að hér hafi verið, stjórnvöld hafi farið illa á ráðu sínu. Þú gerir það ekki? Nei, ég gerir það ekki, nei. Nei, það er þó, fannst þú einn maður til að verja þig? Jón Gunnar, ég þakka þér kærlega fyrir komuna. Þetta er búið í dag, við erum aftur hér að dagskráa vikuliðinni.